ég held að sé oft mjög mikil forvitni hvað maður af því að augljóslega og ég ætla ekkert að þræta fyrir það þá maður í minnihlutahóp þegar kemur að útliti sko og Íslendingar eru held ég og mannkynið er forvitið en Íslendingar eru líka mjög forvitin þjóð held ég stundum smá taktlaus kannski en ég skil það alveg sjálf þegar fólk vill spyrja hvaðan ertu eða hvað ertu ég hef verið kölluð blendingur sem að ég veit að kemur frá fallegum stað eða bara svona forvitnilegum stað og fólk oft fer í vörn þegar maður segir ekki kalla mig kannski blending, ég held að ég meira við hunda og dýr en ég skil alveg mjög vel að vera forvitin uppruna og þá þetta kannski meira spurning hvernig farið að þessu ég hef kunnað að meta þegar fólk til dæmis segir já, Hamilton eða Ama, hvaðan koma þau nöfn eða eitthvað svoleiðis eitthvað sem ekki augljóslega ert þú ekki eins og ég heldur ég get ekki sagt við þig Hamilton íslenskt nafn augljóslega það ekki íslenskt nafn þannig að þarna til þess mjög góð leið til þess að svona beygja sig inn í þessar samræður ef þú ert mjög forvitin og vilt vita meira mig algjörlega og við erum ekkert að segja þetta til þess að banna fólki að vera forvitið það bara rosa skiljanlegt við komum bara frá lítli þjóð þar sem náttúrulega gengur að gera svona spyr fólk já hverra manna ertu þetta alveg rosa skiljanlegt en við erum bara svona að benda á að það væri hægt að fara leiðir að þessu svona á kurteislegan hátt að kannski ekki ítreka nei hvaðan ertu í alvörunni nei svona í alvörunni þetta svona að spila að leika þennan dans verður alveg þreytt ef ég kannski kýs að svara eins og ég vil svara ég fatt alveg ég Íslendingur en ég líka frá Haiti og ég einnig frá Bandaríkjunum og úr Vesturbænum þetta náttúrulega allt tengt mínu svona identity og auðvitað fólk forvitið það svo ég held að sé líka sko það þetta einmitt eins og þú segir ef að ég svara ef þú spyrð mig hvaðan ertu ég svara Vesturbænum að segja hvaðan ertu í alvöru ég var ekkert að plata þig sko það var ekki að grín ég var bara að testa hvað þú veist Vesturbæinn auðvitað ég ekki á Vesturbænum það kannski mér finnst allt í lagi með þetta að fólk segir já að sjálfsög ég bara forvitin að því að þú ert með erlent nafn eða bara já ég bara forvitin ertu alíslensk eða eitthvað svoleiðis það alveg og ég meina við vitum ekkert öll svörin en það kurteisislegri leiðir en að segja já en í alvöru það enginn að ljúga neinum sko og þetta náttúrulega alltaf birtingarmynd eða hvernig ég sé mig auðvitað bara svarið eða svarið hvað ertu þá bara ég kona, dóttir, leikkona, vesturbæingur og ég Íslendingur og jú, pabbi minn frá Bandaríkjunum en það ekki endilega það merkilegasta við mig og ekki eins og ég skilgreini mig sko. Nákvæmlega og þetta svona maður í einhver svona slagtogi við þessa eðlishyggju sem á sér staðum að nei en mér finnst þú ekki upplifa skilinin af Íslendingur og þannig mín upplifun svo að ég náttúrulega bara uppalinn hér móður mín íslensku og ég tala tungumáli hvað þarf ég meira til þess að tikka í bóksi til þess að telja sem Íslendingur Já og að því við tölum tungumálið það til dæmis hlutir sem þú bara það hrein og bein ókurteis að segja hvernig lærðir þú svona góða íslensku? Já. Eða fá svona hrós yfir hvernig góður að tala íslensku. Þá segi ég alltaf saman, hvernig lærðir þú svona góða íslensku? Og fólk segir, í skóla. Ég líka! Það tegir við sameinlegt. En það líka svolítið eitthvað sem þarf að, og við heyrum enn þann dag í dag að fólk að spyrja svona spurningar. Þetta spurningar sem að þá þarf algjörlega að taka úr öllu samtali. Einmitt, þetta bara svona hluti að þessu áreitni og bara, einmitt, systir mín lenti bara fyrir nokkrum dögum síðan, bara, einmitt, hvernig talar þú svona góð íslensku? Þær voru saman í tíma, sko, og þetta svolítið finnir bara, nei, ég íslensk. Já, hvenær komst hingað? Og svona, það hætti ekki og þetta bara svona fyndi að lendi í þessu svona vikulega, þetta maður fattar alveg að þetta ekki illa meint, en við erum bara svona að undirstrika það að það hægt að fara betri leið að. Svo maður sé svona, út af við erum alveg hluti af hópnum og auðvitað getum við ekki talað fyrir alla sem eru dökkir og höfðrundir eða litaðir en bara svona frá okkar eigin upplifun og reynslu þetta hvernig við myndum vilja láta koma fram við okkur.